Góðan daginn gott fólk og verið velkomin á þennan 55. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem aukafundur og það eru 6 dagskrárliðir til umfjöllunar hér í dag. Örlítil breyting á fulltrúum. En mættir eru Knútur Emil Jónasson, Jóna Björk Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Guðrún Tryggvadóttir hér í fjarveru Arnórs Benóníssonar, Ulla Árdal mætt hér í fjarveru Ragnhildar Hólm Sigurðardóttur, Halldór Þorlákur mættur, Haraldur Bóasson og Eyþór Kári Ingólfsson. Og kannski byrjum á því að senda Ragnhildi Hólm sem fjarverandi bestu kveðjur í tilefni dagsins af því hún á afmæli í dag. Vonum hún hafi það gott. Einhver athugasemd við fundarboð? Svo ekki og þá göngum við til dagskrár. Og fyrsti dagskrárliður í dag aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2023–2043. Það lögð fram tillaga aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2024–2044, það greinargerð, umhverfismatsskýrsla, skipulagsuppdrættir og skýringaruppdrættir. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Eyþór Kári, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnarfólk, aðalskipulag Þingeyjarsveitar það sem við fjöllum hérna. Það endurskoðun þess og það eru þarna nokkrir hlutir inni sem ég ekki ánægð með eða hrifinn af og þessi vinna hafi verið góð og hefur verið gott samráð í henni og við höfum rætt þetta skipulag og þessa skipulagstillögu fram og tilbaka. Þetta svolítið flókið ferli en núna erum við að senda þessa tillögu til skipulagsstofnunar til yfirferðar og ég fagna því bara að þetta ferli sé svona að sé styttast í að við náum að klára þetta aðskipulag og við munum bara styðja það að þetta fari hérna inn til skipulagsstofnunar þó að séu nokkuð þættir sem að við í minnihlutanum teljum að þyrfti að breyta, nefni sem dæmi bara Skjálfandafljót eins og þetta núna þá stendur að Skjálfandafljót verði ekki virkjað og við erum ekki hrifnir af því endilega. Þannig að en við styðjum þetta í dag og að því að bara við viljum að þetta mál haldi áfram og við styðjum það auðvitað. Já, Eyþór hefur læst máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur og svo? Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Við komum að langlóku frá formanni skipulagsnefndar eins og alltaf. Nú liggur tillaga að aðalskipulagi Þingeyjarsveitar til samþykktar sem sneiði bara til umsagnar hjá skipulagsstofnun áður en hún fer í formlegt kynningarferli meðal íbúa. Þetta eitt skref af mörgum og tími til komin að mati margra bæði íbúa sveitarfélagsins sem og okkar sem hafa að þessu unnið löngu tímabært að komast áleiðis. Þetta búið að vera mikil yfirferð, fjölbreyttar aðstæður í sveitarfélaginu og margt hefur komið til skoðunar í þessari samræmingu. Í þeirri tillögu sem nú fer til umsagnar hefur sveitarstjórn formað stefnu sína innan ramma skipulagsins varðar notkun og takmarkanir af henni byggðamál og umhverfismál. Við gerðum ís aðalskipulags tækifæri notað til að uppfæra skipulagsáætlunina með því að taka inn áorðnar breytingar sem og að setja inn fyrir sér áform. Það sem einkennir þetta skipulag að áformum íbúðasvæði eru víða sett inn og eru kynnt með uppfærðri aðalskipulagstillögu enda séu þau í takti frá stefnu sveitarstjórnar að styðja við uppbyggingu sem í líkingu við núverandi byggðamynstur, einhvers konar minni útgáfa af þéttingu byggðar.
Heimildir til uppbyggingar í samfelldri byggð eru almennt rýmkaðar en á mót hefur sett viðmið varðandi deiliskipulagsgerð til að koma til móts við flóknari aðstæður. Einnig voru margar hugmyndir sem ekki eru orðnar að formuðum áformum sem að nefndin og þar alveg sveitarstjórn telur ekki ástæðu til að setja svo stöddu. Mikilvægt er að muna í þessu að skipulagsáætlun er ekki metið í stein frekar en annað og mun taka breytingum rétt eins og forverar hennar í takt við áherslur og aðstæður hvers tíma. Og hvað er svo framundan? Skipulagstillagan er síðan að lokinni yfirferð skipulagsstofnunar formlega auglýst til kynningar og almenningi og sér í lagi þeim sem eiga hagsmuna að gæta gefinn kostur á að koma skriflegum athugasemdum á framfæri við sveitarstjórn gegnum skipulagsgátt. Þegar frestur til athugasemda er liðinn tekur skipulagsnefnd afstöðu til athugasemda og umsagna og gengur í framhaldi frá endanlegu aðskipulagi til lokasemd hverri sveitarstjórn og þá til skipulagsstofnunar til staðfestingar og tekur þá gildi. Þegar kemur að því að skipulagsstofnun hefur lokið umsögn sinni þá mun fara að stað kynningarferli í tengslu við því lögformlegu aðkomu íbúa. Við erum bara hvetja alveg til að fylgjast vel með því. Takk. Knútur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Með leyfi varaafrika að þá vil ég leyfa mér að þakka skipulagsnefnd og ekki síst formanninum fyrir gríðarlega mikla vinnu við þetta endurskoðunina á aðalskipulaginu og þó svo að við séum ekki alveg sjá fyrir endan og við höfum eftir að fá samþykki skipulagsstofnunar og síðan er eftir umsagnaferli þannig að en vonandi er svona stóra verkefnið svo til komið og vil ég bara nota tækifærið og þakka þeim kærlega fyrir vel unnin störf og á löngum tíma. Þetta er ekkert einfalt að splæsa svona saman tveimur aðalskipulögum tveggja sveitarfélaga eins og hefur svo berlega komið í ljós í þessari vinnu. Sveitarfélögin sem að sameinuðust eru margt gjörólík þar af leiðandi aðalskipulag þeirra beggja gjörólíkt mismunandi stefnur og þar fram eftir götunum. Þannig að þetta hefur verið virkilega krefjandi að gera eitt heildarskipulag fyrir hið nýja sveitarfélag svo vel sé og eins og við vitum að þá er trúlega aldrei hægt að gera aðalskipulag sem að allir eru hæstánægðir með að öllu leyti en hafandi fylgst með þessari vinnu að þá sé ég það að nefndin og ráðgjafinn okkar í skipulagsmálum og skipulagsfulltrúi það hafa allir unnið verkið af alúð og leitast við að að uppfylla þarfir sjónarmið sem allra flesta án þess þó að ganga á hina viðkvæmu náttúru sem að við erum svo lánsum að búa að hér í sveitarfélaginu. Þannig að ég er mjög ánægð með þessa vinnu og bara óska að skipulagsnefnd til hamingju með áfangar. Eru fleiri sem að vilja að taka til máls? Og svo er eftir og þá er borin upp hér eftirfarandi tillaga eða drög að bókun. Það lögð fram tillaga Sveitarstjórn samþykkir að afgreiða tillögu aðalskipulag Þingeyjarsveitar 2024 til 2044 til athugunar fyrir auglýsingu samkvæmt 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Formanni skipulagsnefndar ásamt skipulagsráðgjafa er falið að koma gögnum tillögunnar til skipulagsstofnunar. Og þeir sem ekki þetta samþykkt vinsamlegast gefið merki það hér eftir gang. Og bókunin er samþykkt samhljóða. Nú annar liður á dagskrá í dag
Það er umsókn rekstrarstyrk frá Kvennaathvarfinu á Norðurlandi. Fyrir sveitarstjórn Viggur Eyvindur frá Lindu Dröfn Gunnarsdóttur. Fyrir hönd Kvennaathvarfsins á Norðurlandi þar sem óskað er eftir rekstrarstyrk fyrir árið 2025. Og orðið að laust ef einhver vill taka til máls. Það er einhvers sem kveður sér hljóðs. Með leyfi varaoddvita að þá var gert ráð fyrir þessum styrk í fjárhagsáætlun þessa árs. Beiðnin var að vísu ekki komin en það sem að sveitarfélagið hefur styrkt Kvennaathvarfið árlega í mörg ár, að þá var gert ráð fyrir styrknum. Hann er, ef ég man rétt, hann er sem sagt reiknaður út frá íbúafjölda sveitarfélaganna á svæðinu og hluti Þingeyjarsveitar er svo mikið sem 185.000. Og ef enginn óskar eftir að taka til máls, það er eftirfarandi drög af bókun lögð fram. Sveitarstjórn samþykkir að veita Kvennaathvarfinu á Norðurlandi rekstrarstyrk að upphæð 185.000 krónur sem tekið er á lið 02810 9470. Og þau sem geta samþykkt það er svolítið gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðji liður á dagskrá í dag, aðalfundarboð Veiðifélags Mývatns. Það er lagt fram boð á aðalfund Veiðifélags Mývatns sem haldinn verður 14. febrúar næstkomandi í Selhótel. Og orðið að laust. Árni Pétur Þórsson. Og þetta er ágætt að sveitarstjórnar fólk. Þetta er vel og eitt af því sem við þurfum að gera, það er að bæta skyldur okkar með eigum okkar og við erum jú landeigendur við Mývatn. Mín tillaga myndi vera svo að við myndum fela Guðrúnu Tryggvadóttur að fara með atkvæði sveitarfélagsins á fundinum og einnig myndi ég vilja leggja til eftirfarandi bókun varðandi nýtingu á vatninu og það er það að Þingeyjarsveit hefur ekki hagsmuni af því að nýta netaveiðirétt sinn í Mývatni. Sveitarfélagið telur fyrir sitt leyti ekki séu rök fyrir að nýta netalagnir sveitarfélagsins í eigin þágu né leigja þær út. Betra sé að hlífa vatninu án þess þó að sveitarfélagið geri athugasemd við hefðbundna nýtingu annarra landeiga. Takk fyrir. Já, Árni Pétur hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og það göngum við til atkvæða tillögu. Þessa tillögu sem er barst og ég lesa hann aftur. Sveitarstjórn telur Guðrúnu Tryggvadóttur að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. Þingeyjarsveit hefur ekki hagsmuni af því að nýta veiðirétt sinn í Mývatni. Sveitarfélagið telur fyrir sitt leyti að ekki séu rök fyrir að nýta netalagnir sveitarfélagsins í eigin þágu né að leigja þær út. Betra sé að hlífa vatninu án þess þó að sveitarfélagið geri athugasemd við hefðbundna nýtingu annarra landeigenda. Og þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun er sannlega gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Fjórði dagskrárliður. Það er auglýsing eftir framboðum til stjórnar og varastjórnar lánasjóðs sveitarfélaga. Tilnefningar framboð skuli berast fyrir klukkan 12 sem 24. febrúar næstkomandi. Og orðið er laust. Það er einhverju takk til máls. Jóna Björk, gjörðu svo vel. Já, oddviti, Lánasjóður sveitarfélaga er okkur mjög mikilvæg stofnun og mikilvægt við viljum að láta okkur þessi mál varða og þarna er einmitt auglýst eftir framboð með stjórn félagsins
og ég teldi það að vera afar farsælt ef að oddvitar náttúrulega myndi gefa kost á sér verandi mjög reynslumikil í svona fjármálum og hafandi verið í til dæmis stjórn Sparisjóðs sem telja hana afar hæfa og legg því til að sem sagt að sveitarstjóri muni tilnefna Gerði í stjórn Lánasjóðsins fyrir tilskilin tímafrest og vonast auðvitað við náum kjöri til að geta fjallað þessi mikilvægu mál okkar, Lánasjóðum. Já, Jónabjörg hefur lokið máli sínu, ég þakka flestir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Þá tillagan borin upp að sveitarstjórn tilnefni Gerði Sigfúsdóttur í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga til kjörs í stjórn Lánasjóðsins fyrir tilskilin tímafrest og þeir sem geta samþykkt að vinsamlegast gefið næstu. Og það samþykkt samhljóða. Þá það fimmtilegur að dagskrá og það fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Fyrir sveitarstjórn virkur til staðfestingar fundargerð 18. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem haldin var 8. febrúar síðastliðinn. Fundargerðin í 5 liðum og það liður nr. 3 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Var einhver Ragnheiður Jóna, myndir þú kannski sem starfsmaður nefndarinnar, væri þú til í að renna í gegnum fundi með okkur? Já. Takk. Oddviti, sveitarstjórnarmenn. Á fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar þá kom fyrst inn til okkar og kynnti sig nýr verkefnisstjóri SSM og Þingeyjarsveitar sem að hefur starfsstöð í Gíg í Mývatnssveit og atvinnu- og nýsköpunarnefnd þakka henni fyrir og þakka til samstarfsins og ég get alveg upplýst um það að ég var að vinna í Gíg í gær og hún strax tekin til starfa við fjölmörg verkefni fyrir okkur og við sátum yfir nokkrum verkefnum í gær. Annað mál á dagskrá var það að Ingimar Ingimarsson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, kom til fundar og fór yfir stöðuna á samningum við ref- og minkaveiðimenn og líka ráðningu annarra starfsmanna á þau svæði sem ekki var sótt um. Hann að vinna í þessu núna og atvinnu- og nýsköpunarnefnd þakka Ingimar fyrir upplýsa stöðuna og óskaði eftir því að þegar þessu var lokið þessari vinnu að hún yrði upplýst niðurstöðu vinnunnar. Síðan 5. mál sem þá til afgreiðslu sveitarstjórnar, það lögð fram drög að breytingu erindisbréfi fjallskilastjóra í Þingeyjarsveit og þarna þessar tillögur að breytingu sem liggja þarna fyrir þessu bréfi, þær eru unnar eftir samráðsfund með fjallskilastjórum og nú afskaplega minni háttar. Það annars vegar að vera að leggja til að breyta dagsetningu frá 1. júlí til 1. ágúst varðandi hvenær þeir skila okkur upplýsingum göngur og slíkt og hins vegar voru bara sameinaðir tvær málsgreinar í eina. Og einnig tillaga hér að komin að breyta líka, hvað var það gerði? Það var í 3. grein að árlegu fundur fyrir hluta ársins með formanni atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem einnig boðið þann fund. Já, það er bara aðeins svona verið að og það verður skemmt á því hvenær og hver mun boða til fundar en í erindisbréfinu kemur fram að við fundum með fulltrúum sveitarstjórnar einu sinni á ári og það verði í höndum formanns atvinnu- og nýsköpunarnefndar og hann muni boða fundina. 4. mál, þá fengum við inn á fundin Sigrúnu Björk Jakobsdóttir, hún framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia og hún fór yfir stöðu flugvallamála bæði hér í Þingeyjarsýslu við Aðaldal
Og Akureyrarflugvöll og einnig fór hún svolítið yfir stöðuna varðandi Reykjavíkurflugvöll og sjúkraflug. Og þar leggur atvinnu- og nýsköpunarnefnd fram bókun sem að oddviti fer yfir á eftir. Og síðan var það bara lögð fram til kynningar fundargerða, fundi formanns atvinnu- og nýsköpunarnefndar með fjallskilastjórum Þingeyjarsveitar. Og síðan var líka já, þetta var síðasta máli sem við tekið fyrir á fundinum. Takk fyrir. Ég þakka Ragnheiði Jóni fyrir þessa yfirferð og orðið er laust þessa fundargerð ef einhver vill taka til máls. Það enginn sem kveður sér hljóðs en síðan förum við í þennan lið sem að sveitarstjórn þarf að afgreiða sem er liður númer 53 og það erindisbréf fjallskilanefnda í Þingeyjarsveit og sveitarstjórn hefur haft þessi drög, aðgang að þessum drögum til þess að kynna sér. Ragnheiður Jóna fór vel yfir þær breytingar sem voru gerðar og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti þessi drög að erindisbréfi fjallskilastjóra og feli sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt það vinsalegast skjóðin eftir. Það er samþykkt samhljóða. Síðan er það liður númer 54. Það er Ísafía, heimsókn Sigrúnar Bjarkar til nefndarinnar og eftirfarandi bókun sem sagt hjá atvinnu- og nýsköpunarnefndar eftir fund atvinnu- og nýsköpunarnefndar er svohljóðandi. Nefndin fagnar auknu millilandaflugi Akureyrarflugvöll enda skiptir það sköpum fyrir atvinnulíf á svæðinu. Nefndin lýsir miklum áhyggjum yfir því ástandi sem skapast hefur á Reykjavíkurflugvelli vegna lokunar flugbrautar 1331 sem skerðir mjög notkunarmöguleika hvort heldur sem er til áhættunarflugs eða sjúkraflugs. Nefndin skorar á þá aðila sem að málinu koma að gera tafarlaust þær úrbætur sem þarf til að öryggi landsmanna sé tryggt. Og lagt er til að sveitarstjórn gerir þessa bókun að sinni. Orðið er laust, ef einhverju taka til máls. Það er enginn sem kveður til hljóðs, þannig að við skulum ganga til atkvæða þá þessa bókun. Þessum geta samþykkt að sveitarstjórn geri bókun atvinnu- og nýsköpunarnefndar að sinni, vinsalegast skjóðin eftir að gera þetta samt. Og það er samþykkt samhljóða. Síðasta dagskránni í dag, það er mál til kynningar, áform og breytingar á sveitarstjórnarlögum og til samráð. Fyrir sveitarstjórn liggur bréf frá innviðaráðuneytinu þar sem vakinu athygli á að nú stendur yfir opið samráð áform breytingu á 129. grein sveitarstjórnarlaganna mat á fjárhagslegum áhrifum lagafrumvarpa á sveitarfélag. Markmiðið með lagabreytingunni er að bæta gæði endanlegs áhrifamats á sveitarfélög og leggja til leiðir til að skera úr ágreining ríkis og sveitarfélaga vegna kostnaðarauka sveitarfélaga. Frestur til að skila umsögn er til 17. febrúar. Með leyfi varaoddvita þá að mínu mati er ekki ástæða til þess að leggja inn umsögn á þessu stigi málsins. Ég bara fagna þessari vinnu. Þetta hefur verið áskiptingarsteinn á milli sveitarfélaganna og ríkisins árabil að það þurfi að kostnaðarmeta mun betur verkefni sem að geta fylgt lagabreytingum sem tengjast sveitarfélagunum. Og þannig að það er að fagna því að sú vinna er komin af stað, en eins og segi ég til ekki ástæðu til þess að senda inn umsögn eins og máli stendur. En orðið er laust. Það er enginn sem að kveða sér hljóðs.
Þetta var sem sagt til kynningar þessi liður. Þá er dagskráin tæmd og klukkan er 13:29 og ég segi þingið slíkur. Takk fyrir góðan fund.